Við ætlum að hafa núna vísindahorn. Ég byrjaði á því einhvern veginn í vor að fá hingað til mín vísindafólk og fá það til þess að segja frá rannsóknum sínum og niðurstöðum í svona samferður það að þetta væri gott efni. Og ég svo sem rati ekki mikið vísindaheima, þannig ég bara spurði einhvern ráða og bara nefna nokkur afburðar vísindamenn á Íslandi til þess að fá hingað við að rauðaborðinu. Og ég hef talað við nokkra og nú komið að Önnu Sigríði Ólafsdóttur sem prófessor í næringarfræði við Háskólann og í Uppsala háskóla. Já. Þú ert þarna, ég náttúrulega veit ekki neitt þínar rannsóknir. Nei. Og það svo sem við leikur á þessu samtali að þú ert náttúrulega búin að verja mörgum árum í einhverjar rannsóknir og þú ætlar að reyna að koma því inn í hausinn á mér á svona einni kennslustund. Já. En ég sá að þú ert að rannsaka fyrirbrigði sem ég býst við að margir hafa áhuga á sem matvændi. Já. Og hvað? Mér finnst það bara, því meira sem ég rannsaka þeim forvitnilegra verði það og þeim flóknara líka. Það verður ekki að bara byrja því hvað matvændi? Við vitum það bara, það ekkert flókið við það. Nei, jú, það bara allt saman voðalega flókið. En já, sko, og bara ef við byrjum á byrjunni, sko, orð eins og matvendni. Að þá hvað þýðir það orð, hvernig nálgumst við orðið og þetta var bara það orð sem til á íslensku þegar ég byrja að velta þessu fyrir mér. Og ég búin að vera, sko, stundar rannsóknir, byrja í meistaranámi, rannsóknarnámi 1997, þannig að þetta orðið ansi langur tími og ég vann fyrst hjá manneldisráði eftir ég kom heim og meistaranámi og þá var ég gríðarlega mikið út svona allar koppagrundir að halda fyrirlestra og sérstaklega mikið í skólum og foreldrafundum og alls konar svona. Og hvað við ættum að borða? Hvað við ættum að borða og þá kom náttúrulega alltaf þetta, já en sko eitt hvað ættum við að vera að borða, barnið mitt vill bara ekki neitt og maður fékk aftur og aftur þetta áhyggjufulla foreldra af því að það bara gengi ekkert að sérstaklega að fá börnin til að borða grænmeti. Mamma segir að þegar hún var búin að kalla mig inn í mat og heyrði mig labba fram hjá eldhúsglugganum að þá ekki baun, ekki lauk, ekki baun, ekki lauk. Þá var ég að undirbúa kröfugerðina að ég vil ekki lauk og ég vil ekki baun. Já, og þetta bara sko í raun og veru eðlilegur hluti af þroskaferli barna. Og það svona þarf maður svolítið að horfa á matvendni vítt, en eins og ég segi sko þarna á þessum tíma þá sko í kringum árið 2000 að þá var ennþá svolítið mikið þetta sko, það ekki til svöngbödd þar sem nægur matur, það að segja barnið bara mun borða einhver tíman við áttum svolítið að bara þarna svona þykjast ekki taka eftir þessu og það myndi koma að því að barnið borðaði, en svona einfalt þetta ekki. Og ég í raun og veru fyrir á kaf í þessar rannsóknir í kringum 2008 þegar strákurinn minn þá sko þarna 3 ára hættir að borða. Við vorum að ræða þetta í svona kynningun á þættinum. Þá var ég að halda því fram að matvændi kæmi mitt þá. Það er bara allt í einn daginn. Það mætir bara matvænd sem áður hafði borðað bara allt sem við borðum. Já. Og þarna fer ég í raun og veru bara að leggjast í þann litteratúr sem til og jú, það til eitthvað af rannsóknum en ekki rosalega mikið og ekkit í raun og veru það sem verið að finna lausnir. Og það svona truflaði mig svolítið en ég fann líka að ég var svolítið sko takmarkaðist af því að næringafræðingur með minn bakgrunn og mér fannst ég þurfa sálfræðing með mér. Og þarna að lesa og skoða, prófa mig áfram, flétta þessu inn í önnur rannsóknarverkefni og svona og mikið með alls konar rannsóknir í gangi í skólum og skólaumhverfi og svo þarna kynnist ég Sigrúnu Þorsteinsdóttur sem nýdoktor og var svona doktorsnemi hjá mér í bragðlaukaþjálfun sem meðferð við matvendni. Meðferðarúrræði og það í raun og veru svona við bara smellum saman. Hún sálfræðingur með áhuga á mat og ég var einhvern veginn búin að vera að leita að þessari svona, einhverju samsekri með mér í þetta og núna við bara búin að vera síðan 2017 og teymið stækkar og vex og dafnar og með teymi bæði hérna á Íslandi og út í Uppsala háskóla. Þegar þú segir meðferð, matvendni ekki sjúkdómur eða? Þarna nefnilega þetta sko, hvað þetta eins og þú segir, sko orðið, hvað matvendni og matvendni svolítið takmarkað orð
Og þegar ég að byrja að skoða þetta, þá eru rannsóknir sem akkurat sýna þarna í raun og veru. Það tegundir af matvendni sem annars vegar fæðu nýfælni, sem það food neophobia og sem mjög eðlileg og þetta þroskaferli. Það að segja að þú forðast hið óþekkta, þú þarft að kynnast matnum til þess að sé bara í raun og veru ásættanlegur. Ég má vitna í sem ég reyna að segja við börnum mín, að þau vilja smakka allan matinn sko svona pínlítið bita. Og ég segi... Ég vona þetta hafi náðst í mynd. Já, ég segi, það allt vont í svona litlu bita. Ef þú ætlar að smakka matinn, þá verður bara að taka óhyggað og fulla skeið og smakka hann. Það eina leiðin til að smakka. Ég mjög fegin að þú ert ekki þjálfari í bráðleikaþjálfun. Þannig að þú myndir ekki... En ég get líka, þú myndir spyrja, og virkar þetta? Myndir þú spyrja mig? Nei, þetta virkar ekki á börnin, sko. Nei. Og svo sem sagt hitt að það fæðu sérviska og þá það einhvers konar þetta að fúlsa til lengri tíma þar sem þú breytir ekki afstöðinni gagnvart matvælinu þrátt fyrir endurtekna kynningu. Þannig að tala að sem sagt fæðu nýfælninni þá þurfur 8 til 15 skipti sem að barnið fær að koma nálægt alls konar mat aftur og þá fara hann að hætta að vera nýr. Og í fæðu sérviskunni þá þetta kannski 30 skipti og svo verður maður bara að sætta sig við að það aldrei þannig að þú fílir allt og það bara gjörsamlega eðlilegt. Og fólk fílar líka mat á ólíku forsendum. Stundum vill fólk ekki borða matina því að það þolir ekki áferðina. Til dæmis, áferðafælni, það eitt af mínum, og það eitt af þessu sem ég finnst alveg sjúklega spennandi. En svo sem sagt kemur 2013 að þá líka farið að horfa á þetta sem sagt greiningu. Þannig að þá og þá það avoidant restrictive food intake disorder, þannig að þá þetta tegund af í raun og veru átröskunhálgerðri, þar sem að þetta sérstaklega horft til barna, en sko málið það að þessi matvendasti hópur, hann vex ekkit út úr því. Og það sem að gerast núna sem svolítið áhugavert að í tengslum við arfita þá svo mikil vitundavakningi gegnum sko samfélagsmiðla. Þannig að allt í einu þessari greiningu lyft mjög mikið og hún í raun og veru í samfélaginu og samfélagsmiðlum búin að taka svolítið fram úr því hvar við stödd í rannsóknum, hvar við stödd í stuðningi, það að það sé til meðferðarúrræði og svo sem sagt þarna hvenar það þannig að það þurfa að vera greining og hvenar ekki. Og ég hef aðeins fengið að heyra okkur, þú ert nú bara að fást við matvendni, ekki arfit og af því að í rannsóknarsamhenginu þá vil ég ekki einskorða mig við þennan þrengsta hóp, heldur ná til í raun og veru alls rófsins. Og það það sem skiptir svo miklu máli og þá, matvendni endilega besta orðið sem finnst alveg hræðilega ljótt orð. En mér finnst þetta bara svona gott orð af því að það lýsir þessari breidd líka og mér finnst líka skemmtilegt þetta vendni þýðir líka að þú sért vandur að valið þínu. Og þar að leiðandi þá þurfum við að skoða báða hliðir á teningnum. Það að segja að þetta sé ekki endilega alltaf bara vont og það sem við að gera til dæmis í meðferðarúrræðinu að það að læra að setja orð á upplifun þína af mat til þess að bæta samskiptin í fjölskyldum sem svo getur haft áhrif á hvernig við upplifum máltíðina. Þannig að þetta gríðarlega flókið og ég sem sagt að horfa á í raun og veru matvendni sem róf. Allt litrúið. Allt, já. Alveg eins og þú værir að skoða kvíða, þú værir að skoða bara kannski eðlilegan kvíða, sviðskrekk og eitthvað fleira og allt upp í fólk sem eiginlega ófært að lifa út af kvíða sínum. Og þetta held ég að skipti mjög miklu máli og ég búin að vera mjög mikið núna. Af hverju finnst þetta að skipta máli? Aðgreind ekki? Af því að einkennin einhverju leitið sömu, þó alvarleikinn sé mismikill og þá til dæmis að við ætlum að vera með snemmtæka íhlutun að geta gripið inn í og reynt að skilja fyrirbærið. Þá þurfum við að skilja fyrirbærið á öllu þessu rófi. En ekki viltu draga meðferð til þeirra sem eru bara svona létt sérvitrir? Nei, og þeir sem við höfum sem sagt verið með í bráðleikaþjálfun sem meðferðar að fjölskyldu úrræði að þá var það þannig að það
þá horfum við annars vegar á það að fæðuvalið sé mjög takmarkað og þá erum við að tala að það séu kannski max 10 tegundar af matvælum sem barnið borðar. Og þá það fyrir að hafa gríðarlega áhrif á streitustig í fjölskyldum, matmálstímar eru svo rauðu þrjáður af okkar lífi, ef að matmálstíminn virkar ekki, þá hann farin að hafa áhrif á allt fjölskyldulífið. Og þá tilefni til að grípa inn í. Það betra að tala eitthvað annað yfir fjölskyldumáltíðinni heldur en borða þetta nú, já. Ég þetta eins og konu sem held ég fram að hún hefði bara borðað melónur þannig að hún var orðið 6 ára. Já. Og fjölskyldan bara, allir fengu mat en hún fikk bara sína melónu. Já. Þetta flókið og eins og ég segi, þarna þurfum við að horfa á hvenar þetta vandamál og svo aðrir og þetta að nú erum við til dæmis með leikskólalauka og það bara fæðu uppeldis aðferð inn í leikskólum. Þannig að við erum með rannsókn í gangi núna. Berglind, Lilja Guðlaugsdóttir, doktorsnemi hjá mér, við erum með þannig að við erum með samhönnun þar sem við vinnum námsefni og aðlögum með hverjum leikskóla, þannig að falla þeirra stefnu og svo unnið leikir og þjálfun með matarupplifanir í leikskólastarfinu. Til að vinna gegn matvendni? Til að vinna gegn matvendni, en þá það í forvarnaskyni. Og hvað gerir þið ef ég væri þarna 5 ára á leikskóla? Já, í leikskóla þá þá bara allir með. Það svona heildræn skóla nálgun, þannig að þá þetta bara námsefni. Og þá ertu að vinna og það kannski akkurat þetta, þegar við erum að hugsa orð, bragðlauka þjálfun. Okkur fannst bara bragðlaukur var eitthvað svo skemmtilegt fyrirbæri. Þetta og við finnum alveg að það grípur, þú manst eftir því. En þetta gengur út á í raun og veru skynþjálfun, skynupplifana þjálfun og skilning á skynjun á mat. Þannig að við erum að tala að horfa á matinn, við erum að tala að hlusta á matinn. Ég ætlaði nú að koma með hljóðdæmi hérna handa þér, en þú getur bara ímyndað þér eins og við þetta notaði alveg gríðarlega mikið í náttúrulega markaðssetningu á mat og þá ákvörð þeim mat sem ættum ekki að vera að borða. Ímyndið ykkur hljóðrásina á Coca-Cola-auglýsingu? Já, til dæmis, já. Sem reynda búin að magnita svo mikið, þetta er eitthvað allt annað, Og þá, ef við horfum á... En sumir segja að það sé besta við baguette eins og í Frakklandi. Já, það þú brýtur. Já, það er eiginlega besta. Kannski betur en bragðið sjálft, Já, það er eiginlega... Og þá, ef við horfum á þetta akkurat með orð, að þá er, orðin svo brakandi ferskt, að brakið þjónar mjög líklega, mjög miklum tilgangi í því að vita að uppskeran eins og hún á að vera og þú sért að borða ferska, góða, næringaríka vöru. Þannig að það þjónar tilgangi að þú fáir einhvers konar upplifun af því að heyra hljóð í matnum. Hvellurinn þegar þú býtur í epli, hann er mismunandi, Ég ætlaði að koma með epli og láta okkur keppi í hljóðinu, það verður bara næst. Og svo þetta okkur þefa og það er náttúrulega ofsalega sterk samskynjun á því lyktinni sem þú finnur á matnum og svo bragðinu. Það ert með stíplaða nef, þá finnur ekki sama bragð og svo framvegis. Og svo það snertingin og þá það annars vegar náttúrulega snertingin með höndum og fingurgómum. Stundum og sérstaklega þegar við sjáum verið að vinna með börn sem eiga erfitt með áferð og snertingu, þá til dæmis að snerta við kinn, nota matinn, snerta, kissa bara rétt, finna snertinguna við varirnar, en við vinnum þá líka með snertinguna það að segja inn í gómnum og þar líka það er munur á hljóði, þá brýtur eitthvað upp við eyrað eða þegar þú ert búin að setja matinn inn í tónleikasalinn eins og við köllum munnin þar sem að brakhljóðið heyrist innanfrá. En þessi snerting er svo við húðina og sum matur er mjög erfið að slíka snertingu, svo ananas og kíví. Já, ég veit ekki hvort ég myndi vilja nutta ananas upp í kinnarnar á mig, En þú veist, þannig að þetta er Og það sem er svo gaman þegar við erum með yngri börn er að þau nálgast þetta er svo eðlislægt að læra að skilja mat á þennan hátt. Ekki sem segir eitthvað, nei, það er minna þegar þau eru yngri og þannig er okkur þetta, hvað er eðlilegt í þroska og þannig okkur því að komin í gegnum öll skynfæri nema okkur það var eftir þarna smakka og það skiptir gríðarlega miklu máli og það er aldrei krafa að bragðið að setja upp í munnin á sér. En það er svona svolítið, mætti næstu segja heilagt, það er að segja munnsvæðið, leður komið mat upp í munn, að það er svona, þar þarf algjörlega að vera barnsins að taka þá ákvörðun. Og það er kannski það sem við ölumst upp við, Ég var einu svona í útvarpsviðtali þar sem ég var spurð bara í viðtalinu, já, en ert þú matvend?
og þá var ég bara búin að gleyma að blokka, ég var alveg gríðarlega matvant barn. Og það sem gerist einhvern veginn að sko, að þú ert þvingaður til að borða, það býr til svo ofsalega sterkar neikvæðar minningar. Þannig ég get til dæmis ekki lesið orðið spínat á matseðli, þá finn ég það hérna aftan í hryggnum, sko. Það var neitt onni þau. Það var neitt onni mig. Ég satt eftir í skóla. Ég get ekki bara grjónagraut út af þessu. Já, og út af svona áferðardæmi. Þannig að þetta skiptir rosalega. Það er að tróða onni mig grjónagraut, sko. Já. Og akkur til að segja, sko, matarofbeldi, það ég er svo gamall bara kapl út af fyrir sig. Það var ekki fljótandi lýsi, en það voru gefnar hann að þessar lýsispillur sem að smituðu mjög svona lit og fleira. Okay. Þetta var svona þröng og ofan í okkur, allir ég ekki verið 7 ára eða 8 ára í skóla. Þó svo hvarf þetta. Ég er kannski alveg á mörkunum, en svo er fólk sem er bara eilítið eldri en ég, sem var hellt lýsi upp í. Já, einmitt. Og þetta, þú veist, þetta hefur bara alveg ofsalega sterk áhrif og það sem við sjáum til dæmis sko með þau börn sem að eiga ofta erfiðast, að það að þetta er ofsalega tengt kvíða. Og það er mikill kvíði í kringum það máltíðirnar, þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig við nálgumst þetta og að nálgast að varfærni, gefist tíma, þetta er svo kölluð svona mild nálgun þar sem við erum með endurtekið áreiti. Nú er áreiti líka ekki gott orð, ég man ekki hvað við vorum komið í staðinn, sem sagt örvun, að reyna sem sagt svona bara að hnika hlutunum áfram. Og þá erum við akkurat komin inn á þetta með aldurshópin. Þú talar þarna 3-4 ára, það er akkurat sko, við þekkjum náttúrulega hugtakið terrible 2 þegar börnin byrja sko að standa á sínu 2 ára, ákveðt leikskóla aldurinn, hvað gerist þar? Hluti af sjálfstæðisbaráttunni er þetta að bara sko þú getur lokað munninum, það terroriserar alla foreldra þegar barnið allt í einu neitar að borða. Og hluti af því getur þá verið sem sagt leið barnsins til að sýna stjórn og sjálfstæðisbarátta, en það er líka í svona þróunarfræðilegu samhengi að þá er talað sem sagt það er kúfur í matvendin sem er eðlilegur og við vitum hins vegar ekki hvar mörkin liggi eðlilegu og ekki eðlilegu á aldrinum 2 til 6 ára það bil. Svo á sem sagt á grunnskóla aldrinum á þetta að fara hjá. Á þeim tíma mun koma eitthvað toppur matvenni. Já, mjög. Og það er eðlilegt, heilbrigt. Já, ekki hjá öllum, en það er svona það bil helmingu barna sem verður kannski mjög sko útilokar ansi margt á þessum tíma og þá skiptir máli og það sem við erum að gera núna er að reyna sko að skoða þetta í samhengi við vöxt og þroska. Hvort þetta hafi einhver neikvæð áhrif eða ekki. Og þá í hvaða gráðu okkur, hversu mikil þarf matvendin að vera til að hún verði vandamál án þess að hún sé samt orðin þannig að það sé orðið þannig að þú sér komin með stuðning í gegnum greiningu. Leikmenninni vorum að ræða þetta hérna fyrir í kynningunni og þá hélt ég fram að þetta gerðist í leikskóla og allt í einu daginn að þá væru öll börnum komið með matvendinni alls hópsins. Já. Smítandi matvendi, það til? Já, jú, og það er alveg auðvitað, sko, foreldrar eru fyrirmynd og börnin læra líka hvort af öðru, þannig að þegar við erum til dæmis fyrir inn í leikskólana, þá skiptir mjög miklu máli að finna leiðtogana og fá þá í sitt bandi að vera svolítið kjarkaðir og áhugasamir og þetta gengur svo mikið út á leik og forvitni, en sem sagt þannig að í þessum kúf og þetta er sko, við fúlsum langmest við grænmeti og beiskubræði en svo getur þetta sem sagt náði yfir allan mat og þegar áferðafælnin þá er þetta orðið miklu kannski fjölbreytnara en akkurat með sko beiskabræði. En svo hvaða matur verið það? Svo að... Með beiskuna? Já. Þá erum við að tala bara sérstaklega sko dökkgrænt grænmeti og allt grænmeti sem er með svona bítra bragði. Þannig að þú veist brokkoli er til dæmis staðalmynd sko, það er oft bara, þú sér svona auglýsingar feldu hollustuna fyrir barninu þínu sem er eitt af það síðast að þú ert alls ekki að fela matinn, barnið þarf að vita hvað það er að fá að þá er einhvern veginn brokkolíð er svona oft eða rósakálið það er svona sem að mörg börn óttast en svo þegar maður fer að sýna þeim að þetta er eins og lítið tré vá, það er rosalega spennandi að geta borðað pínlítið tré þá kannski er þetta bara æðislegt þannig að það er ekkit algilt og svo er munur á til dæmis sko soðnu og hráu en í þróunarlega samhenginu þá er okkur þetta sko að beiska bragðið getur líka þýtt að þetta sé eitruð planta. Þannig að þú þarft að fara varlega og þess vegna þessi nýfælni
hún þjónar tilgangi. Það að vera varfærin og tveggjar að sé þá þetta að þá barnið út í náttúrunni farið að leita ef við hugsum bara frummanninn að þá erum við þarna. En við þyrftum að hafa allt öðruvísi viðvörunarbjöllur í hausnum núna inn í stórmarkaðnum því að þá þurfum við einmitt að passa okkur á öllu því sem að heilin á okkur segir að sé bara voða gott. Já, og þarna við þyrftum að snúa við bjöllusysteminu. Og þarna kemur inn á það sem að nú ekki til gamlar tölur yfir hversu algeng matvendni var hér áður fyrr. En ég held að allir eigi svona sögur af annarkvort sjálfum sér eða systkinum sínum að hafa þótt eitthvað alveg hræðilega erfitt og jafnvel upplefa það ennþá af því að við fengum svo lélega kynningu af matnum. En í dag, í þessu gjörunna matar samfélagi, allur þessi mikið tilbúni matur, hann keyrir á öll þessi í raun og veru svona frum upplefinar af því sem líklegt að við viljum. Það að segja eins og við vorum að tala brakið, lang algengast að við viljum mat sem brakar en samt fljót borðaður. Og þetta þú veist í snakki til dæmis þá þróað hljóð, það eru hljóðverkfræðingar sem búa til að þessi réttur brot rétt brothljóð og einhvern tíma var snakk tekið að markaði sem brakaði mikið að því fólk fekk illt í hausinn í staðinn fyrir að fá hvatninguna til að borða meira. En þú getur ofta erfiðar að hætta þegar þú fær eitthvað hljóð sem vilt heyra aftur. Þannig að svo margt af þessu og gjörinin matvæli þau hafa líka það sem að í matvendni þá oft talað eitt white food syndrome eða sem sagt svona einhvers konar heilkenni það sem vilt bara hvítan eða litlausan mat. Við ræddum þetta, ég var að vitna í matvendni barnanna mína, vona þessi ekki að hlusta. En það sonur minn sem nú komin á 50 aldur núna, að við gerði svolítið grín á honum að hann vildi bara borða mat sem var eins og hann, vegna þess að hann var svolítið svona ljósi yfirlitum og fölur og hann vildi bara borða það sem var svona hvítt og helst svona kúlulaga eins og hrísgrjón hann var að borða rækjur af því það eru svona mjög fölar en það var eiginlega hann borðaði bara hann vildi fá greiningu á því að hann gæti bara að borða mat sem var eins og hann. Eins og hvítur. En já. Við bara kunnum ekki þín hugtök, þannig við vorum að reyna að orða þetta einkenni sem hann var með. Þess að maður vildi bara borða mat eins og hann var sjálfur. Það var eftir bara svona hvítur. Já. Og þetta að þessi svona svo kalluðu safe foods sem eru mjög oft litarlaus, lítið bragð, alltaf sama áferð. Það sem hefur gerst svo mikið með gjörunum matvælum, þá hefur svo mikið af matvælum sem bjóð upp á þetta öryggi og þau eru öll í þessum flokkja mat sem við þurfum að menga neyslu á. Þannig að við lendum í svo miklum vítahring af því að við erum í raun og veru líka það sem markaðsett hvert börnum og allt saman alltaf þessi matur. Þannig að þú veist, ef þú berð saman, ég oft með glæru það sem ég sýni staplað keksi við hliðina á hrú af bláberjum. Og hvað gerist með keksi? Það nákvæmlega sama formi, það búið að þrykkja það í fast form. Það nákvæmlega sama hljóði í því alltaf. Það búið að gæða tryggja að bragðið sé líka alltaf það sama. Ef þú myndir baka keks sjálfur, það væri sum brend á kantana og það yrði misfallega eða ljót eftir hversu góðu bakarið þú ert. Einn daginn þá mistur aðeins meira salt í, þannig að það aðeins annað bragð en síðast. Þannig að strax það komið óöryggi og svo þegar þú kárfir af grænmeti og ávexti og svo korn og fræ og annað, það sem við horfum á matvendninni mest, þá akkurat þú kaupir öskju af bláberjum og með stóra fötu þá samt engin tvö ber eins á bragðið. Mismunandi áferð, mismunandi stærð, mismunandi súr, sumur sæt. Ef þú gáir ekki að þeirri út í stórmarkaði þá eru nokkur þeirra skemmd. Fyrir utan það og þú færð upp í þetta skemmta og þá alveg bara, þá ekki séns á að borði restina af fötunni. Þannig að það svo gríðalegt, ef þú ert kvíðir því að borða, þá þetta óöryggi alveg ofsalega erfitt að yfir stíga. Þannig að það þetta sem maður þarf að vinna með og við erum í raun og veru í dag í svona heimi sem að þetta örugglega miklu erfiðara að fást við þetta í dag út af breyttu annars vegar fæðu framboði og segjum eins og skvísurnar, það nú talað að það séu svo til vandi í matarheimi barna og
við heyrum úr leikskólum og heilsugæslu að það séu börn sem að líka til dæmis ná ekki að þroska kjálkan nógu vel af því að þau eru að sjúga í staðin fyrir að tyggja mat og tyggja er gríðarlega mikilvægt. En þá líka út af hverju, það hefur bæði áhrif á meltinguna en svo líka sko það þróar og styrkir kjálkan og mjög áhugavert sko að svo stétt sem hefur mest unnið með matvendni og fæðu tengdan vanda, það er yfirleitt talmeinafræðingar. Og það er af því að þetta líka hefur áhrif á þróun tungumálsins og hvernig þú getur talað á kjálkin, þannig að ég er nú ekki sérfræðingur í því. Þetta er uppafið af meltingunni að þú sagt að það er gott að tyggja og hleypa svolítið munnvatni í matinn. Já, þannig að þetta er svo ofsalega og þetta hefur sko áhrif á hvernig mótast andlitað er og allt saman. Þannig að það verða til skvísur hérna í framtíðinni sem voru börn sem ólust upp á skvísum. Skvísubörnin, já, það er spurning sko. Hún er svolítið skvísuleg, hafa allt aðra merkingu. Allt aðra merkingu. En þarna færðu enga örvun á skinnfærin, af því að þú ert ekki með bragðið, þú ert með bragðið en ekkert annað. Og þú ert bara búin að loka inn í raun og alla skynefni. Ég hef ekki smakkað þetta. Jú, það er bragð, en þú færð ekki lyktina af því að þetta fer beint upp í munninn á þér. Þú sérð ekki hvernig þetta lítur út af því að skvísan er utanum. Það er ekki hljóð nema kannski eitthvað, ég veit ekki hvort það kemur eitthvað skvís hljóð. Þannig að þetta er svo andstætt því sem að í raun og veru hvernig við eigum að borða. Þetta er næstu bara eins og móðurbrjóst. Já, móðurbrjóstið hins vegar hefur þann ótvíraða kost að móðurmjólkin er síbreytileg. Alveg eins og heimabökuðu kökurnar að móðurmjólkin, hún endurspeglar samsetningin á móðurmjólkinni og þetta meistaraverkefni mitt var sko samsetningu móðurmjólkur. Þá fór ég að heimsótti tæplega 80 konur og safnaði brjóstamjólkur sínum sem við efnagreindum. Nei, en við efnagreindum þetta með tilliti til fituleysanlegra vítamína og fitusýra. Og það er bara mjög sterk speglun í þessu annars vegar samsetningunni og þá gæða mjólkurinnar en líka það er að segja bragðefni og rókgjörn efni fara inn í móðurmjólkina plús að þegar barnið er hjá mömmunni þá er líka lyktar umhverfi móðurinnar. Þannig að það er tvennt mjög ólíkt. Og sér ég bara alveg tekið það nærri mér að þetta í huga líka svo saman. En svo bætist þetta við sko þegar þú kom með að þegar við erum að tala gjörinu matvæli og þú sagði sko að fara í stórverslunina að ef við erum að horfa á sko viðkvæmasta hópin og við höfum sem sagt í upphaflega bragðlauka verkefnin okkar að þá vorum við með sem sagt þáttakendur ýmist börn með og án taugaþroskaraskana. Þannig að þarna við vorum sem sagt helmingu barnafjölskyldnanna voru börn með annaðhvort ADHD eða einhverfurófsraskanir eða bæði. Og þetta er hópur sem almennt vex ekki upp úr matvendinni af því að skynupplifunin af matnum getur verið svo erfið. Það er að segja að það er oft of eða vanskynjun á mismunandi skynupplifunum og þá hjá þessum hópi ennþá meirinn hinum að þá verður sko fæðu umhverfið í bæði verslunum, skólamatsal og annar staðar. Þessi björtu ljós, hraði, tónlist, allt þetta hefur líka ofsalega mikið það að segja hvernig þú þá upplifir matinn. Þannig að þú getur verið matvandari í streitu miklu umhverfi eins og í skólamötuneyti heldur en heima hjá þér og svo þarft að reyna að skilja þetta, hvernig við getum í raun og veru stutt við máltíðina með öllu sem við erum að gera, hvernig umhverfið verður, hvernig samskiptin eru, hvernig í raun og veru takturinn er og svo bætist við þetta alla rútínur, að rútínur skipta svo miklu máli. Þannig að þú sér það þarna ég komin frá því bara að horfa á skynupplifunina af matnum sjálfum, yfir í skynumhverfið og svo þetta stærra samhengi sem er félagslegi þátturinn. Og það er þess vegna sem það skiptir líka svo miklu máli af því að sko það er ekki hægt að komast hjá því að matur er svo gríðarlega stór hluti af okkar lífi og það bara á og þarf að vera það. Ég veit ekki, sumir hafa nú stundum sagt sko það var einhver Andrésar andarblöð og annað sem var þetta framtíðamaturinn var bara að taka eina pillu og svo þú þurftir ekki að hugsa þetta. Ég held að sé ekkit voðalega margir sem myndu vilja þann heim, en stundum gæti það verið flóttaleiðin fyrir þá sem eru mest að berjast við og kannski má segja einhverju leyti með öllum fæðubátarefnum og öðru í dag að þá séum við nánast að sko sigla þangað og tökum þá burt þessa mikilvægu
upplifun sem felst í því að fá að skynja fjölbreytileikan í matnum og matarumhverfinu. Ég hefði svolítið áhuga á mat hérna og kannski þá. Já. Og ég fór eiginlega svona þá braut að vera með svona menningarlegan áhuga á mat. Og ég hefði getað sagt á þeim tíma að við erum kannski með 3 máltíðir á dag og það líklega sterkasta náttúruupplifun sem að þú færð þegar þú borðar. Okay. Og þannig við verðum að hafa, þannig að þegar við nálgast matinn þá séum við að nálgast náttúruna, við erum að nálgast menningarsöguna og þú veist, ágætt að vita, við nefndum bakett að vita það skilgeti aðkvæmi iðnbyltingarinnar af því að það voru ekki til ofnar sem að gátu sett út raka, þú veist, vita bara eitthvað svona matinn. Frekar heldur en, af því að þú nú næringarfræðingur, frekar heldur en sem að mér finnst vera svolítið mikið haldið af okkur sem svona einhverju efnagreining matsins og við höfum að borða svona eins og efnafræðingar og við höfum að passa okkur að hafa rétt hlut alltaf með kolvetnis og próteins og eitthvað svona og þá sagði ég hérna hinum megin í menningarlutanum bara vá, ég meina þau kunna bara að greina þetta svona, einu svona kunna þau bara að greina vítamín og það byggur til einhverja kenningar um þetta. Hér bara miklu, þú veist, ríkari hefð þar sem að við getum fengið leiðbeiningur hvernig við ættum að borða og nálgast matinn heldur en svona sundurgreining einingana eða taka pillu eða... Já. Þarna kemur inn á mjög áhugaverðan hlut líka út frá þessu akkurat af hverju borðum við og hvernig borðum við og ég akkurat svona því lengur sem ég í mínu fæi og það sem hefur kannski gerst hjá mér í gegnum tíðina svona það þetta að ég fór úr því hvað við erum að borða í að hafa meira áhuga á öllum hinum háva forðunum. Það að segja hvernig borðum við, hvar borðum við og allt þetta. Borða og saman. Af hverju borða saman. Við ekki vera á beiti í ískapnum standa einu í ískapinn og borða eitthvað rosalega hollan mat með réttri innihaldslýsingu. Já, en ég held akkurat að málið það. Eitt þetta, við þurfum næringafræðinga, við þurfum næringaráðgjafa, við þurfum fagstétt sem skilur hvað við erum að borða og af hversu mikið og allt þetta. Líka af því að til dæmis ef það bara breytist fæðu framboðið í landinu eða ef við breytum okkar hegðun, þá kemur upp hætta á ákveðnum næringaskorti og annað. Þannig að það þarf að fylgjast með þessu. Það til dæmis gríðarlega mikilvægt að við höfum íslenskan gagnagrunn, fylgjumst með næringasamsetningu, íslenskra matvæla og svo framvegis og jarðvegur og fleira hefur það áhrif. Það er líka eftirlit bara með framleiðendum sem hafa svolítið svindlað á okkur þegar við viljum skipt út matnum á bakvið forliðuna. Að það sem að var, við kannski höldum að sé í matnum, það það ekki lengur. Til dæmis, getur skipt og þannig að Ég tók lifrapilsum daginn og það var sojamjöl í henni og ég sagði, hverjum dettur það í huga að setja sojamjöl sem nú ekki góðu matur. Þú veist svona, soja bara þannig að þú getur framleitt endalaust að hitareiningum á litlu svæði og þess vegna þetta svo víða í öllum mat, þannig að það bara ódýrt fyrir framleiðandann að setja það í lifrapilsu. Já, og þú veist, það er mjög margt sem mjög fjarri sínum uppruna og þetta er flókið fyrir neytandann, þú veist, eiga þurfa að lesa umbúðið til þess að geta fengið sér að borða. En þetta nákvæmlega, við vundum þetta vilja hafa þannig að fæðu framboð, matvælin á markaði og annað og svo þá það umhverfi sem við búum, bæði börnunum ykkur í skólum, það sem gerist þegar þú ferð í búðin og annað, það á að vera auðvelt að borða. Þú átt ekki að þurfa að reikna eða, þú veist, skoða hvar hlutföll hvorki orkuefnanna en næringarefna eiga að vera. Í raun og veru á kerfið og þá sérstaklega við horfum á, þú veist, skólamáltíðir eða allt sem snýraði í raun og veru mat sem við fáum, þar á að vera búið að tryggja þér ákveðið öryggi. Það er mjög óeðlilegt og hvað þá við erum að horfa á börn og unglinga að ætlast til þess að einstaklingurinn kunnið að geta þetta og það er útilokað í raun og veru í þessum flókna fæðuheimi sem við erum með í dag. Menningar anganum, þá geti ég andmælt þessu og sagt, þú kemst ekki hjá því að þú ætlar að vera manneskja og lifa góðu lífi, að bara þjálfa upp í þér enganlega hæfni í því að greina mat.
Það er þess algjörlega misskilningur hjá þér að fara alltaf eftir síðasta neysludegi og eitthvað svona, þú ert bara geta lyktað, ég meina, og þú ert að geta fundið og smakkað pínulítið, þú ert að alveg eins og þú ert að kaupa, hérna, átt ekki að kaupa á netinu, ég gera það reyndar, en þú ert að hafa sans í fingrunum á þér til þess að meta efnið í flíkinni sem þú ert, hvort þú viljið gangi í henni. Þarna kemur aftur inn á bragðleikaþjálfun, allt það sem við erum að gera. Það er engin fagstétt sem að greinir þetta einhvern veginn fyrir þig og ekki halda að þú að geta lifað í öruggum heimi, heldur verður að búa einhvern veginn yfir þessari hefni eða. En þannig ertu akkurat alls ekki andmála mér heldur akkurat þetta bakkar alveg upp í raun og veru nálgunina sem við erum með í bragðleikaþjálfun af því að akkurat þetta að við erum komin í einhvers konar þar að segja okkur vantar þessa tengingu, okkur vantar skilning á upplifun á mat þannig að ef við erum ekki að nota skynfærin, upplifunina hugsa út í það að við þurfum að velja mat sem þarf að tyggja, borða mat nær náttúrunni og svo framvegis, að þá er líklegra að við í raun og veru höfum ekki vel samsett fæði. En hins vegar á móti þarf okkur þetta að af því að það er bara svo margt sem að getur breyst, að þá þarf að vera, það þurfa að vera rannsóknir sem styðja við til þess að við í raun og veru getum boðið upp á heilnæmt fæði. En við eigum ekki að mata þig, heldur eigum við í raun og veru að fá þig svo til að hafa nægan skilning og það er verið að tala eitt er, þú veist, sem sagt að við segjum hérna bara næringar þekking og við þurfum einhverja vissa þekkingu því að oftast getur við nota okkur tímana með mjólk, þú finnur hvort hún er súr, bæði á lykt og bragði. Ég bið annað fólk að tekka á því, að ég er með einhverja fóbíu og ræsku að súri mjólk og ég helst ef ég fæ mér mjólk sem ég gerir voða lítið, þá vil ég opna ferðuna sjálfur. Já, og þú sér þetta kannski, þetta er orðið mjög mikið á umbúðum í dag, það sem stendur notaðu nefið, verið að benda fólki á að treyst ekki of á dagsetningar, en svo eru hlutir eins og listería og annað sem eru þannig að þú veist, þegar þú ert með fæðuborna sjúkdóma, þar sem að þarna of mikill örveruvöxtur getur verið bara hættulegi líf og lífum, þá skiptir mjög miklu máli að það er að segja við þurfum að vita hvaða mat og mátt ekki og erfiðar að varast. Eitur sem getur verið í kjöt og fyrir sem að nefið hjálpar ekki. Þannig að kjöt er bara með síðasta neysludag og þá verður það að fara í ruslið og sérstaklega við hugsaum út í að akkurat þetta skynfærin okkar, þau hrörna með aldrinum, þannig að þá að við horfum að vera viðkvæmari með hækkandi aldri og þá allt í einu finnum við ekki lengur lyktina af því sem er ónýtt. Það er því að Guð vil drepa okkur, hann er svo grimmur. Það er ekki ganga svo langt. En þú veist þannig að þetta skiptir ofsalega miklu máli að horfa þetta á heildarmyndina og það sem að náttúrulega við þurfum að horfa er þetta víðasta í raun og veru fæðukerfin og svo hvað á að mótast af stjórnvöldum, umhverfi, stefnu og öðru og svo hvað getum við gert. En hvað viltu kenna börnunum? Segjum að við séum kannski 5-6 ára gömul börn. Viltu kenna þeim umgengni mat svona næstu eins og það sé listgrein eða viltu kenna þetta eins og það sé svona efnafræði að barnið sé viti að allt þessi hérna, þú ert með hérna þrískipti í eitthvað prótein og kolvetni og fitu og svo koma eitthvað vítamin og svo kemur eitthvað annað og þetta heldur náttúrulega endalaust áfram og hefur komið út í stórmarkað. Það er eiginlega bæti efnahillunar orðnar stærri heldur samkeppnishillunar. Og þetta eru bara altari, liggur við að maður er bara að fara á hnén. Þú þurft að leita á matnum í matvörubúðinni. Það sem meira það er eiginlega leitandi af því sem er í raun og veru bara matur. Þannig ekki viljum við að börnin komi út svona, mér vantar þarna kalsíum. Nei, það er gott að hafa ákveðna næringarþekkingu, en það þarf líka að hafa svo kallað fæðulæsi. Og það er það sem hefur gerst í þessum vísindum mjög mikið. Það er að segja til dæmis að heimilisfræði kennsla sem var nú mjög áhugavert, það er langt sem var gerð rannsókn síðast, en 2011 held ég að verið, þá var rannsókn sem sýndi að heimilisfræði var eitt af uppáhalds námsgreinum, ein af uppáhalds námsgreinum barna á miðstigi í grunnskólum, en bæði börn, foreldrar og skólastjórnendur lita á þetta sem minnst mikilvæga fæið. Það er að segja röngu það mjög aftarlega. Það er til kvíði, matvændis kvíði hjá foreldrum, það er ekki eins og grípa frá því, það er bara gaman að tala við þig. Það er matvændis kvíði hjá foreldrum sem er það að matur sem að börni koma með heim úr matrislu. Það þurfa að borða það. Ég veist að það sem til greininga því líka. Já, kannski þess vegna sem er svo mikið bakað í heimilisfræði en ekki gert annan. Það er til dæmis vandamál.
að við erum með heimilisfræðikennslu og nú kenni ég semst heimilisfræðikennurum upp á menntavísisviði, verðandi kennurum, að það að oft gert ráð fyrir að við kennum heimilisfræði eins og við kennum aðra list- og verkgreinar. Það að segja, við kaupum hráefnin inn að hausti eða bara nokkru sinnum á ári og þau séu til inn í skáp og hægt að draga því fram eins og prjónana þegar þú kemur í tíma og þú eigir að geta kennt námsgreinina á 2 eða 3 kennslustundum og bara í 6 vikur. Þetta gengur mjög illa ef við ætlum að kenna að nota góð hráefni, kenna fæðu þekkingu þannig að þú hafir þetta fæðulæsi sem skilningur á hráefnum, notkun hráefna, þessi skynupplifun og annað, að þá þurfum við að vera með ferskvöru inn í skólanum. Og það gerist bara því miður allt of sjaldan af því að það sem getum geymt að það hveiti, sykursmjör, olía og svo framvegis. Þannig að það mjög mikið yfirþyrmandi í raun og veru bakað miðað við aðra matreiðslu og ég kann akkurat mjög skemmtilega sögu það sem var ein kona sem ég þekki sem sendi mér mynd af því að dóttirinnar hafði verið einhver mjög skemmtilegur heimilisfræðikennari sem hafði kennt þeim að skera lauk í tíma nema það var ekki mjög gaman þá hún fékk niðurskorinn lauk með í poka í skólatöskuna og hann lá þar í heila viku þannig að þá hefur foreldri skiljanlega fengið kvíða en þarna þurfum við að gera mjög mikið og það sem það eru til dæmis Evrópunetverk í gangi núna, það sem verið að leggja áherslu á okkur þetta heimilisfræðikennslu þarf að lyfta aftur og samhliða í raun og veru STEAM-greinunum. Það að segja verk- og náttúrufræðigreinum, stærðfræði, tengi þetta líka við listgreinar, horfa á þetta heildrænt af því að matur þessi rauði þráður í gegnum líf okkar. Þannig að það þessi skilningur sem þarf að vera til staðar. Maður ekki bara auðveldast að skólamáltíðin væri bara góð, að það væri eldað á staðnum og kennararnir borðu með nemendum og þetta væri svona eins og þetta vísi söguna, eins og við hellisbúarnir höfum það, við sittum bara saman við varðöldin og erum að borða og segja sögur og meðan við erum að borða góða mat. Og heimilisfræðins í útikennsla bara, auðvitað það svo gríðarlega margt sem við getum gert en það þarf að gefa því tíma og það þarf að setja í það pening og þarna þetta hefur einhvern veginn matmálstíminn einhvern veginn svona hliðarathöfn í skólastarfi. Ég held að mest að þessi sé eldað í Selfossi eða í Keflavík. Mjög mismunandi eftir bæjarfélögum en þetta eitt af því sem okkur þykir skipta gríðarlega miklu mála það sé eldað sem mest á staðnum, að það sé líka ferskt hráefni á staðnum, bara læra eins og ég segi það sem fyrir þeim haft, það að það sé matagerð í gangi, það var mjög skemmtilegt. Ég fór í eins og í rannsóknarleyfinu minni, ég með kollega í Kyoto, Japan. Og Japanir eru leiðandi í raun og veru heimilisfræðikennslu og mataruppeldi. Og þar var svo áhugavert að eldhúsið var sem sagt með bara gólfsíðum gluggum þannig að börnin sáu allan tíman allt sem var verið að undirbúa. Hér oft þetta það að börnin mega ekki taka þátt í sem sagt undirbúningi matmálstímana út af í raun og veru hreinlætisreglum. Þá bara björguðu þeir því með því að setja glervegg en þannig að það var allt mjög sýnilegt. Svo var svona, ef við höfum á þetta með næringarþekkinguna, það var búið að setja svona staðalskamt og hvað yrði í boði þann daginn í svona ofsalega sætan lítinn glerkassa sem þau gengu framhjá. Svo var ræktað grænmeti þarna inni og svo sem sagt athöfnin að borða náttúrulega ofsalega miklu borðsiður og annað, kannski eitthvað sem við getum ekki alveg séð fyrir okkur á Íslandi með agan og annað en þarna ofsalega þú sást alla ástúðina sem var lögð í ákveðat athöfnina að borða, undirbúning, kunna skammta sér af mikil þjálfun sem þarna á sér stað og þetta þurfum við kannski svolítið að hugsa og gert mjög vel í mjög mörgum leikskólum af því að matmálstíminn einhvern veginn fær að taka meira pláss í leikskólastarfi heldur en í grunnskólum. En þetta eru bara svo margir þættir þarna sem spila inn í og þarna þarf stefnumótun, bæði frá stjórnvöldum, skólastjórnendum, áhuga vilja kennara, áhuga vilja foreldra, samstarf foreldra séu jákvæður og styðjandi. Við heyrum oft ekki nema neikvæður raddirnar frá foreldrum. Þetta skiptir allt svo ótrúlega miklu máli. Þetta sé heildræn nálgun og það að þegar við erum að kenna mat
að þá erum við til dæmis eins og fyrir börn og til þess að þú viljir borða fjölbreytt fæði, þá þarf að byggja á sko öryggi, það þarf að byggja á trausti, það er gríðarlega valdeflandi að kunna að bjarga sér mat. Þannig að allt, þú veist, við erum að tala að við þurfum að efla samfélagið, efla seglu í samfélaginu og ákveðt þessi valdefling, þar er matur alveg ofsalega gott verkfæri. Þannig að ég held að sko tækifærin eru óteljandi, en við þurfum að hugsa þetta svolítið svona langt. Matur er valdeflandi við barnið sem að segir, nei, mér finnst það vont. Það er valdeflandi. Það er valdeflandi líka, en það er kannski ekki það sem ég er að hugsa Ég var að hugsa að spyrja hvort það væri minni matvenni í Japan, þar sem að margir þekkja hafa séð myndir af japanskum nestisboxum, þar sem að eiginlega ekki bara allur fæðurhingurinn heldur bara allt fæðu sólkerfið. Já, sko matvendni og sérstaklega af því að það eru ekki mælitækin sem við notum til að mæla matvendni, eru ekki samræmd algjörlega milli landa, þetta er loðið hugtak og svo framvegis, þá eru ekki til, þú veist, sambarilegar global tölur og þetta er eitt af því sem að sko það er til aðeins í tengslum við arfið sem er þá þetta með greininguna að þetta eigi sem sagt það litla sem er sjúkleg matvendni og það sem þarft stuðning og það sem sko þar fer saman sem sagt þetta í raun og veru viðkvæmni gagnvart alls konar áferð og upplifun af mat. Það er að segja skynþátturinn er sameiginlegur í öllum matvendni skalanum. En það líka fyrir oft saman líka sem sagt áhugaleysi á mat og svo þá bara barnið í raun og veru verði vannært. Áhugaleysi á mat er það svipað og vera bara ekki með tóneyra og bara tónlist hrífur við ekki. Já, bara þú veist, það er bara gersamlega svona, þú veist, það er ekkert spennandi. Sumir eru bara visual blindir, það er ekki hægt að bjóða þeim upp á myndlist. Þeir bara... Og eins og ég segi, ég vinn ekki við greiningar tengt þessu, heldur horfi á þarna á heildarmyndina, en við sjáum í því sem við erum að skoða, það virðist vera mjög sambarilegt líka í þessum mildar einkennum, það er að segja áferðafælna þegar við vorum að tala hana áðan, sko að hún er til dæmis mjög líklega erfiðasti þátturinn. Hefur hún alltaf verið til staðar eða er hún meiri eftir að við fórum að hafa all þessi öruggu matvæli, mikið tilbúnu matvæli sem eru alveg standardiseruð eða ég meina, það er mjög margir sem, þetta með eldra fólk sem að tala við, þú veist, hérna hvað heitir það, ábrestir og eitthvað svona, það er mjög margt í gegnum tíðina sem að maður, sko, þegar fólk lýsir neikvæðum upplifun af mat, þá er það eiginlega alltaf áferðartengt. Og það hefur líklega alltaf einkennt okkur. Gellur til þessu erfiðar að þessu liti. Þannig að svona sleipur matur, samsettur matur, kekkjóttur matur og þetta er eitthvað sem við erum að reyna að skilja meira og það er líklega, sko, allstaðar eins, en hversu svo hátt hlutfall sem að kljást við þetta, hversu mikið af matvælum eru með erfiða áferð og hversu vel gengur í raun og veru samfélaginu að kenna þér að sætta þig við áferðina. Segjum bara hrár fiskur af því hún nefndi gellur, sko, ég meina sushi, íslensk börn í dag elska sushi. Ég get alveg ímyndað mér að það ég ólst upp það sem við vorum með sko mauksoðinn fisk að það hefði okkur þótt sushi mjög óaðlaðandi af því að það er þessi sleipa áferð allt önnur áferð þó þú borðar hráan fisk heldur en matreitan. Þannig að þetta snýst líka hvernig í raun og veru okkur matarmenningin þín er af því að þá ert að fá þessa endurteknu kynningu. Þannig að ég held að sko hættan er mest þegar við erum komin í þetta samfélag þar sem að við erum í raun og veru aftengt og erum alltaf að borða hratt, við höfum ekki tíma til að kynna okkur hvernig maturinn hvorki er gerður né samsettur og við erum ekki að upplifa mat. Matur er bara til að borða. Það er náttúrulega búið að breyta sushi í svoleiðis, það er selt í svona bökkum í stórmörkunum tilbúið. Alltaf eins, já. Þannig það er eiginlega... Spurning með vinsælustu bitana. Ég myndi halda eiginlega væri eiginlega á hinum endanum að væri svona... Það er eiginlega ekki gott að borða það nema að það sé bara gert fyrir framan þig, sko. Já. En það er einhvern veginn tókst einhverjum að koma þessu inn og setja þetta bara í stöflum. Já, og kannski er það þetta, þú veist að við okkur hættir svolítið til að færa allt þangað og við þurfum að laga það, en þarna ef ég segi, þú veist, bara eins og fyrir foreldra aðra sem getur að hlusta núna, þá er, þú veist, þetta fyrsta er sko, og það sem við ólust uppi, það er sko refsa eða umbuna tengt mat. Þetta er versta sem við gerum. Við erum aldrei að refsa.
Það er aldrei að þvinga til að klára matinn, ekki þvinga einu svona til að setja hann upp í sig. Það getur verið sko að matvendni mikil þannig að bara barn getur ekki einu svona verið í sama herbergi og hráefni sem það er viðkvæmt fyrir. Og þá er það hefur ekkert með ofnæmi að gera eins og þau mátt ekki vera sko þegar það er hnetufría skóla eða eitthvað svoleiðis, heldur bara gigantískur ótti við, þú veist, salat eða eitthvað. Óbærilegur ótti við brokkólí. Já, en svo líka sko eins og sko það sem okkur tókst verst að breyta, nú gekk samt við rannsóknum sem við gerðum að þá vorum við með sem sagt 6 vikna námskeið pluss foreldraþjálfun og svo fylgdum við fjölskyldunum eftir í hálft ár og okkur tókst að viðhalda sko auknu fjölbreyttara fæðuvali, fleiri fæðutegundur sem þau borðuðu, það voru vísbendingar meiri ánægju af því að borða og þetta finnst mér finnst þetta eiginlega það sem ég mestan áhuga á núna er enjoyment of food, eða þetta geta, það er að segja hvaða skiptir miklu máli að kunna að njóta. Og það er að segja hvar liggur þessi kvarði, hvenær er þetta að njóta, þú veist, við erum líka kannski í samfélagi sem sko gengur allt út á að njóta, sem er ekki heldur jákvætt, það er að segja hvenær ertu að fá jákvæða upplifun að mata án þess að hann sé sko alltaf á efstastígi. Þú getur farið á YouTube og séð svona matarblogg alls konar fólk sem er alltaf að borða bara stórkostlegt mat sem hefur smakkað sko. Og þú veist, ég heldur sem ekkert hönnu til þess að vera með veislumat á hverjum degi. Þetta er bara eitthvað leikþáttur sem er í gangi sem er sömuleyti náttúrulega hluti af okkar menningu að það á alltaf að vera í efstastígi eitthvað og við erum alltaf höldum að lífið eigi bara að vera þar að allt sé daburt á leiðinni en þetta er... Já, þannig að ánægja mat án þess að það sé uppáhaldsmaturinn. Það held ég að skiptir svolítið máli. En það sem við höfum gert í gegnum tíðin og það eina sem kom ekki vel út hjá okkur en við vorum mældum líka rútínur bötnuðu, vandamáli í kringum matmálstíma, bæði fjöldi og magn, þú veist hversu erfið vandamálin urðu, allt þetta lagaðist. En það eina sem okkur tókst ekki að viðhalda það var að umbuna mat, það er að segja verðlauna mat með mat. Ef þú klárar fiskinn færðu ís. Hvað gerist þegar ég segi við þig ef þú borðar gellurnar þá færðu ís? Sko... Nú veit ég ekkert hvort þú fílar ís, þannig að það kannski... Jú, ég borða ís. Ég átti erfiðleikum með gellur manni í Englanda út af þessu... Áhverjandi? Ég myndi ekki láta kúa mig til gellur Þú myndi sleppna ísnum líka, já. Ég hefði myndi sitta sem þrjóst barn í, sko, þú getur látið mig sitta þannig heilan dag, sko. Já, ok. Sigraði mig ekki með þessu. Þetta kemur einu annars í það má ekki gleyma og það er okkur, sko, hvað er eðlilegt að sitja lengi við borðið. En sko, vandinn er þetta, ef við umbunum í tengslum með mat, að þá breytist verðmæta matið og þá aftur þetta með ánægja af mat. Þannig að fiskurinn... Þú tekur 3 bita í viðbót og þá færðu súkkulaðikökuna. Þú mælir ekki með þessu. Nei, og af því að það sem gerist er að súkkulaðikakan sko stigmagnast í því að hún verður æðislegri því að hún er verðlaun. Á meðan það sem þú þarft að borða til að fá verðlaunin, þá við hvert einasta skipti sem þú gerir þetta, þá lækkar gildið og ánægin af þeim mat. Þannig að við skemmum þessa ánægi. Hann var lítill, að þá vorum við í boði heima hjá Jónu Frænku sem var snilldarbakari og góðu kokkur. Bjó ein alla sína ævi en bara stórt hlaðborð með alls konar dóti. Og svo bara gengur veislan svona ágætlega. Og svo allt í einu þá kemur Jóna að Sigga bróður grátandi. Hún segir, hvað er það Siggi minn? Ég var búin að borða allar tegundirnar en svo ég að koma á súkkulaðikökunni þá var ég orðinn sattur. Það var enginn að segja honum þetta. Nei. En einhvern veginn var þetta innbyggt inn í hann að það var sómasamleg hegðun í svona matabóði. Að byrja á því sem hann þetta verst og vinna sér svo upp. Þannig að hann fekk súkkulaðiköku með sér heim í boxi til að borða fyrir hann að hætta að vera sattur. Þetta er líka mjög áhugavert þetta með sko og þetta sko verðmæta matið og hvernig sko þetta hafa svona clean palate eða það er að segja að geta tekið á móti bragði og hvenær fáum við nóg. Það er oft talað sko til dæmis sko að þú bara googlar ísmagi eða desertmagi. Þetta er sko auka líffræði í svona líffæri án þess að vera líffræðilegt líffæri að þá erum við flest með sem það er alltaf hægt að finna pláss fyrir þetta sæta. En líka til í fjölskyldunum mér sko ég er sattur í fisk en ég er svangur í ís. Já, einmitt. og þá bara getur skipt svolítið máli til dæmis að sko aftengja þetta. Ís er ekki eftirréttur, ís er sér máltíð.
til þess að þú sért ekki að og þurfir ekki að fara röðin eins og bróðir þinn. Þannig að þarna Þannig þú mælir ekki með 3 rétta máltíð í skólanum eins og í Frakklandi? Sko það þarf allavega að hafa nógu litla skammta og líka þú veist þetta, hvað þá að gerast til þess að og maður heyrir þetta stundum úr systkinahópum að það okkur að sko ef að eftirrétturinn þannig að þú mátt taka hann leið og þú ert búin í staðan fyrir að athöfnin klárist og svo sé eftirréttur að þá sko systkinið sem fljótast að borða það fær meira en hinir og þá búið að sko skemma líka hraðana því að við þurfum þetta að tyggja og gefa okkur tíma til að borða. Þannig að ég segi sko eftirréttur á ekki að hanga við máltíðina. Hann á að vera svona svolítið sérathöfn og þetta hann sé ekki heldur sko velun fyrir máltíðina. Þannig að ég held að það skipti mjög miklu máli að taka þetta 20 í sundur. En auðvitað viljum við stundum sko svo hitt hluta matarmenningu og við ætlum ekki að taka í burt alla matarmenningu þannig að það er líka kannski hluta að læra þessa upplifun. Þarna geng ég á langt. Já, með desert á ítölsku heitir dolce, þú veist, og það er bara allra að taka af allt sem Nei, ég er að segja það þarf að fá að vera matarmenning líka, en það sé alltaf í sko, segjum þú veist þetta, og ef þú ert á veitingahúsi, hefur tekið eftir hvað er langt á milli, þú veist, þú klárar matinn og svo þanga til að eftirrétturinn kemur. Á góðu veitingahúsi, þá er þið farið að þá ert ekki sko alveg hérna á blístrinu af aðalréttinum heldur þú ert farin að vera pínu svangur aftur þegar eftirrétturinn loksins kemur. Og það er þetta sem skiptir svo allir máli, þannig að þú náir að sko leyfa hverju máltíð að sjatna, en það er oft talað um sko hérna Svíar með bók sem heitir 7 sorters kakur, eða 7 sortir. Er ekki kristnaldandi jökli 17 tegundir. Já, við erum alltaf, þú veist, aðeins íktari kannski heldur en aðra þjóðir, en þetta liggur á einhverju bili, þú veist, hvað við getum í raun og veru tekið við mörgum bragðupplifunum í einu án þess að fá nóg, nema sem sagt sætabræði virðist einhvern veginn alltaf svona kikka inn sko. Við vorum að borða daginn að þá tók ég eftir því að sonur minn hafði lesið sko desertseðilinn á undan. Já. Ég er ennþá að reyna að ala hann upp, hann er 50 svolítið. Ég segi maður, skoða bara desertseðilinn er búinn með alveg. Já. Af því það tengist í sko hvort að sé pláss og hvað. Já, nema svo getur líka valið sko að þetta fá þig kannski, og nú er ég þá ekki að tala um bragðlaukaþjálfun lengur heldur bara fullatna og geti valið sko af því að þú sér að það er spennandi eftirréttarseðill að þú fá þig kannski minni rétt eða forrétt til að hafa pláss og það er alveg eðlilegt að búa til pláss. Sko það er enginn að segja þú veist að þetta sæta ég að fara út þó við þurfum að læra að tempra þetta sæta og það er kannski eitt af þessu sem ég gleymd að segja að í byrjun sko við erum hrædd við beiskabræðið og það er hluti af þessu sem verður matvend í kringum. Það er varla til matvendni í kringum sætbragð og ekki heldur saltbragð og þetta er að því að sætan móðumjólkin er sæt þannig að það er svo dræfið okkar er að forgangsraða alltaf sætu og það er auðvitað þá líka í þessu eftirrétta samhengi að það er bara okkur svo, þú veist, þú þarft ekki að læra að meta sætt en þú þarft að læra að meta þarna beist og súrt. Ég las ekkert að Buñuel, sá miklu listamöður, hann sneri máltíðin alltaf við, hann byrjaði alltaf á desert. Sá enga ástöður þess að Ég var alveg gert þetta líka, sko. Það mætti sterklega íhuga ef eftirrétturinn er bara nógu lítill, sko. Þegar ég sá hann að bragðlauka þjálfun, að þá, þegar ég hafði hvað mestan áhuga á mat, að þá var dóttir mín svona 34 ára, hún var ekki dottin yfir í matvendnistíman. Og hún stóð alltaf á koll við hliðina á mér og meðan ég var að elda og ég var alltaf eitthvað að útskýra fyrir henni og segja henni og svo voru komin til það að ég batt fyrir augun á henni og stakk upp í hana, hún átti að þekkja munin á hindberjum og jarðberjum og jarðaberjum og bláberjum og þrællugötunum og það var líka sko púrrulaukur, hvíturlaukur, gulurlaukur, rauðurlaukur, graslaukur. Henni fannst þetta ævintýrlega skemmtilegt og ég var svo hissa sko vá, hvað hún með góða bragðlauka og gott bragðskinn. Þannig að hún klikkaði aldrei á þessu. Alls konar mismunandi tegundir af ólífum og svo náttúrulega ég held að ég væri að gera eitthvað gagna þannig að var ég að ala upp eitthvað svona stórkostlegan bragðlauka einstakling. Já. En því miður, þá bara matvendni kom allt í daginn. Já, en hvar er það statt í dag? Hún er smakkar alltaf svona lítið. Það er hún sem ég er að kenna ef maður er að taka sko stóra. Það allt sé betra ef maður bara borðar það óttalust. En hún er alltaf orðið 19 ára og ég er ekki, hún er
hún finnur út úr þessu. Já, og þetta bara tekur tíma og þetta, þú veist, það sé alveg eðlilegt að maður vil ekki allt. Ég held að það skiptir líka mjög miklu máli, sko. Við erum í vanda ef þetta eru 10 fæðutegundir. Fjölbreytni er mjög góðu mælikvarði á hollustu í raun og veru, að við erum að borða fjölbreyttan mat úr í raun og veru öllum fæðuflokkum en líka innan hvers fæðuflokks mismunandi matvæli. En það sem ég finnst yndislegt við söguna sem þú segir og þetta er svo þarna varstu algjör fyrir mynd í því sem við viljum að foreldrar séu að gera. Það virkaði samt ekki, sko. Nei, það er bara kannski hún bara, þú veist, að taka þennan kúfa en seinna heldur en leikskólabörnin. En það er sko að við tölum fæðu, að þjálfa fæðu tengda færni. Og þar eru foreldrar þetta að nota eldhúsið, innkaupin, það að borða er náttúrulega, þú veist, að borða er í raun og veru minnsti hlutin af því. Frá því að byrjar að hugsa máltíð, þurfa svo að viða þér aðföngum hvort sem það er að taka út úr skáp eða fara út í búð, leggja á borð, athöfnin að skera, vera að dúllast í kringum matinn, ganga frá í lokin, eiga afgangana. Þetta er ekki bara gríðarlega mikilvægt fyrir börn að þjálfa þetta, heldur það sem að þú ert að lýsa þarna og það sem að stóð upp úr í raun og veru í námskeiðunum hjá okkur. Það er samveru stund foreldra og barns og að fá sama tungumálið á matinn og þetta er einhver galdur og þarna hafa svo gaman að því að foreldrarnir, við spurðum bæði börn og foreldra eftir að vorum við bara svona opnar spurningar þar sem við gáttum skrifa hvað stóð upp úr á námskeiðinu og það var bara endurtekið hjá börnunum og þetta voru 80 fjölskyldur sem fóru í gegnum þetta hjá okkur. Það var, ég fekk að vera á námskeiði með mamma og pappa. Með athygli, óskipta athygli. Já, og eiga samverustund seinni parti. Já, þannig að þarna, þetta er sko bara, og þetta myndi maður vilja sjá miklu meira, þú veist að þetta er samverustund. Þetta er bara geggjuð samverustund. Og hafa matinn inn í henni, því ég held að skipti máli að fjölskyldan er sest niður, að við splæsum nokkrum setningum á matinn. Hvernig finnst þér þetta, segja ykkur að sögu, ég hef stundur reynt að gera þetta, bara nefnir ekki að hlusta, þú veist hvaðan þetta kemur og af hverju þetta er svona og eitthvað svoleiðis. Að því að ég til þess frakkarnir gerir þetta og ítalarnir náttúrulega getur sitið í 2 tíma yfir máltíðinu og ekki talað neitt nema matinn þú veist hvort að eigi að blanda þessu saman eða ekki og hvort að þessi ólífólía í þessu héraði, hvort þú sé betri á þessu ári eða hínu og þetta er náttúrulega, þannig ég held að fólki hafa svolítið fókus á því að tala matinn. Algjörlega og það er kannski gaman að þú nefnir þetta að bragðlaukaþjálfun byggir á svona nokkrum atriðum, þar að segja við erum með fjölskylduþjálfun, við erum með úrræði við kvíðunum, við erum, þetta er sálfræði, næringafræði, foreldrastuðningur, svo er þetta samt matreiðsla og þessi bragðið að skynupplifun, en skynupplifunar hluturinn kemur úr nálgun sem heitir Sapere, sem er hugmyndafræði frá Frakklandi og þeir nota þetta í skólakerfinu á hippaárunum. Það sem er þessi akkurat nálgun sem að skiptir þá svo miklu máli, það er að segja matmálstíminn fá að taka pláss, börnin læra að fá orð á matinn, að þetta að skynupplifunin skiptir svo miklu máli. Þannig að þetta er ótrúlega skemmtilegt og ég er sem sagt í dag forseti þessara samtaka sem eru alþjóðleg og það er svo gaman að sjá að það er ekki hefð fyrir þessu í öllum löndum og við þurfum bara ansi mörg að læra þessa nálguna tileinka okkur í raun og veru hvað matur skiptir miklu máli og hvernig hann skiptir máli og ég held að þetta orðaforðin getur breytt bara alveg rosalega miklu af því að þá hættur að segja oj og eins og það er áðan þetta hvað þýðir oj, þannig að eitt af fyrsta sem við kennum það er að nú á þessum námskeiðum segjum við ekki oj, það má alveg þykja maturinn vondur en við notum önnur orð til að lýsa því. Og mikilvægi þess að vera byggja upp ykkur svona enganlega getu til að njóta matar. Það getur maður sagt bara að það eru 3 máltíðir á dag svona, það eru 365 dagar á ári og við lifum í svona 85 ár. Þetta eru 93.075 skipti. Já, þannig að hvaða lífsgæði eru það að geta notið þeirra og að litið á þetta sem áhugaverðan tíma eða að þetta sé bara eitthvað svona hversdagslegur grár litur í deginum. Þetta verður bara næsta kjú í næsta fyrirlestri hjá mér að taka upp þessa tölu hjá þér. 93.000 skipti sem var eftir að borða. Já, þannig að það er alveg bara
Til mikils að vinna. Já, herði, ég ætlaði að spyrja um allt annað en við erum kannski farin tíma. Ég ætlaði að spyrja sko matvenni í gamla daga þegar ég sitt í baðstofunni og fæ askinn minn og opna og segja nei, það skýr í matinn, alltaf það sama. Var matvenni þá eða? Það okkur þetta sem við bara því miður vitum ekki. Ég veit ekki hvort það væri hægt að grafa upp einhverja sagfræðinga með mann í þetta. Þetta bara gallið svolítið við mat, af því að hann svo hversdagslegur og hann til svo litla skrifaðar heimildir hann. Að fólki fannst hann bara svo sjálfsagður og það er svo fólk borðaði oftast. Við vitum minnst það. Við vitum stundum svona fínar vistlur, eins og vistlu Jörundar hundadagakonungs og eitthvað fleira. En við vitum eiginlega sára lítið Ég held við bara köllum eftir því ef einhver getur grafið upp fornar heimildir matvændni. En þetta okkur eitt af þessu sem er svolítið leiðilegt að vita ekki af því að við erum í dag að kljást við þennan flókna gjöruna matvæla heim. Að það sem sagt þetta, tilfinningin að þetta sé miklu stærra vandamál í dag en þetta var, þar að segja matvændin hái fleiri, en við eigum ekki nóg af gömlum tölum til að geta sagt það. Herðu, Anna Sigríður Ólafsdóttir, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig um matvændni og bræðarlauka þjálfun. Takk fyrir að taka móti mér. Takk. Þetta þá lokin á rauðaborðinu í kvöld og eins og kom fram hérna í upphafi að þá þetta síðasta rauðaborði fyrir sumarleyfi. Nú fyrir starfsfólkið í sumarleyfi en við spilum efni hér á samstöðinni úr hvað heitir það, arkæfi okkar. Við hefum óendanlegt efni af áhugaverðu efni og það ekki fræðilegu möguleiki að þú hefur séð allt efni sem hérna, þannig ekki óttast að við séum endursýningar. En svo kemur rauðaborðið hér aftur bara á þriðjudeginum eftir verslunarhelgi. Sjáumst þá. Takk fyrir í bili, góða nótt og njótið sumarsins.